Þegar ég kem að sjóðnum þá var hann búinn að vera starfandi í 1,5 ár. Það í raun og veru alltaf verið að tala nýsköpun á tyllidögum og það var gert þarna á þessum tíma eins og gert enn í dag. Varðandi hvernig þú skilgreinir nýsköpun, hvað nýsköpun, þá þetta nú, allavega í mínum huga, þá snýst þetta þú ert að koma nýja vöru og þú ert að fara á nýja markaði. Þú getur samt verið með nýja vöru og fara á gamla markaði og áfram það nýsköpun. Eitt af þessum fyrirtækjum Bláa lónið húðvörur sem hafði verið fjárfest í áður en ég kom reyndar að Nýsköpunarsjóði og í raun og veru ennþá fyrirtæki sem í nýsköpun. Og það segir okkur það að fyrirtæki sem ætla sér að vaxa og dafna, vera að kynna nýja vöru, finna nýja markaði, það nýsköpun í gangi á miklu fleiri stöðum heldur en fólk í raun og veru skilgreinir sem slíkt. Og það var mjög áhugavert fyrirtæki sem hét Nikita sem fór seinna í útrás og þetta var svona eitt af þessum fyrirtækjum sem maður sá bara vaxa og dafna og var síðan selt fyrir nokkrum árum. Það var erlendur aðili sem keypti þetta fyrirtæki. Það sem var í raun og veru skemmtilegast í þessum fyrirtækjum að hitta allt þetta ólíka fólk sem var með ólíkan bakgrunn. Það var í raun og veru ótrúlega skemmtilegt.